Góða kvöldið öll og verið hjartalega velkomin á þennan íbúafund í Öræfum vegna mögulegs berghlaups í Svínafellsheiði og hér eru samankomnir fjölmargir íbúar og aðilar sem eiga hagsmuni á svæðinu. Við erum með viðbragðsaðila með okkur. Það er fólk úr bæjarstjórninni og bæjarpólitíkinni. 3 þingmenn eru mættir, Ása og Víðir og Hallarhund. Þau eru komin og þakka ykkur kærlega fyrir það. Við erum ánægð að fá að sjá okkur því að þetta er stórmál fyrir okkur og hefur svona verið einhvern veginn yfir okkur og verið lítið svör. Og við vonumst til þess að svona eftir kvöldið komist nú meiri hreyfing á þetta. Á hvað? Á einhvers konar allavega framtíðarsýn í þessu og við komumst nær ákvarðanatöku. Ég heiti Sigurjón Andrésson, ég er bæjarstjóri í Hornafirði. Fyrirkomulagið á þessu hjá okkur verður það að ég er bara með örstutt ég ætla að sýna ykkur örstutt drónamyndband af aðstæðum þarna. Ég skaust áðan og reyndi svona að gera mig grein fyrir þessu með drónanum og ég held ég hafi fundið sprunguna. Og svo ætlar hann Magni að koma upp. Magni er frá Veðurstofunni og hann ætlar að kynna þetta hættumat sem að þau hafa verið að vinna. Eftir það ætlum við að fá okkur smá kaffisopa, bara örstutt í 10 mínútur. Þá ætlar hann Björn Ingi frá Almannavörnum á Suðurlandi sem að við könnumst allflest við, enda var hann bæjarstjóri áður. Og hann ætlar að segja nokkur orð og síðan ætlum við að hleypa inn í Brynju Dögg sem er umhverfis- og skipulagsstjóri eða sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs hjá okkur. Og hún ætlar aðeins að fara í gegnum þetta frá svona okkar bæjardyrum séð með tilliti til nýs aðalskipulags sem vonandi fer í auglýsingu fyrir sumarfrí. En ég vil endilega biðja ykkur að ég veit að verða umræður og spurningar og við viljum gefa því rými að við gerum ráð fyrir því að taka umræðurnar bara í lokin svo að við verðum nú ekki alveg frameftir. Og við þurfum að hafa þann háttinn á þegar spurning kemur, þá þurfum við að endurtaka spurninguna vegna þess að við erum bæði í útsendingu og við erum líka að taka þetta upp. Þannig að við skulum bara keyra þetta í gang. Eins og ég sagði, þá fór ég áðan og flaug drónanum. Við erum nú stödd núna og er Svínafellsheiðin og sjáum við nú lónið sem er vestamegin og svo sjáum við það sem liggur austamegin hjá okkur og alveg yfir í Svínafell. Nú, ef við fljúum síðan yfir fellið og förum að rýna hlíðina og þá sjáum við að það er mótað fyrir sprungu Og hún er sýnileg núna, svona því að snjórinn hefur sest í hana. Og ég er eiginlega alveg viss að þetta er á réttum stað, þar sem ég er að fljúa. Að þetta er í raun og veru á þessu svæði Og þetta er ekkert lítið, og Magni fer nú betur yfir það kannski, hversu gríðarlegt magn væri að ræða. Mér skilst nú að það hafi fallið einhver svona, sjáum við upp í sprungunni, þar sem að snjórinn situr í henni. Áfram upp úr. Og og svo held ég að ég hafi, þetta er alveg verulegt sko. Og í raun og veru vel sýnilegt eins og aðstæðurnar voru þarna áðan. En þetta sýnir líka vel umfangið. Er ekki bara hægt að sprengja þetta niður, sagði einhver? Nei, það er ekki hægt. Þannig að svona lítur það út. Herðu, Magni Hreinn Jónsson, ég vil biðja þig að koma upp og taka þá boltan og ég vil ekki bara gefa Magna klapp Gefa velkomin. Gjörðu svo vel. Mækin er
svona, já, góða kvöldið. Magni Hreinn Jónsson heiti ég er fagstjóri ofanflóðahættumats hjá Veðurstofunni. Ég var hérna á íbúafundi 2019 að mig minnir, það er að verða 6 ár síðan. Þá var ég að kynna vinnu við þetta hættumat. Hættumati var svo kynnt á íbúafundi hérna 2020. Þá var það Sigríður Sif, einn aðalhöfundur hættumatsins, sem var hérna og kynnti það. Og það er raunum bara sama hættumat sem ég er að kynna núna, niðurstöðurnar óbreyttar frá 2020, við höfum ekki tekið þetta upp aftur. Skýrslan hefur eins og verið óútgefin af ýmsum ástæðum, en hérna við ætlum að gefa hann út núna og þess vegna erum við að kynna þetta aftur og gefa bara svona kost á umræðum og spurningum það. Bara svona aðeins ofanflóðahættumat. Ofanflóðahættumat byggir á áhættu og áhætta vegna ofanflóða á ekki að vera ráðandi þáttur í dánarlingu fólks og þetta var það sem var bara ákveðið svona á pólitísk ákvörðun eftir snjóflóðin í Súðavík og á Flateyri 95 og viðunandi áhætta vegna ofanflóðs var ákveðin vera 0,2 af 10.000 á ári. Og í ofanflóðahættumati svæðina byggðarinnar flokkuð eftir áhættu og svæði eru merkt A, B, C eftir vaxandi áhættu þar sem áhættan er minnst á A-svæðum og mest á C-svæðum. Og hérna er bara dæmi ofanflóðahættumat. Þetta er hérna hættumatskort frá Ísafirði þar sem ég bý og starfa. Og svona bara til samanburðar þá er áhætta í umferðinni svona svipuð áhætta á A-svæðum. Og það er óheimilt að skipuleggja nýja íbúðabyggð, frístundabyggð eða svæði fyrir atvinnustarfsemi á óður óbyggðum svæðum nema tryggt sé áhætta fólks með tilliti til ofanflóða sé ásættanleg. En á þegar byggðum svæðum þá eru veittar ákveðnar tilslakanir frá þessu og til að leyfa þróun byggðar innan tiltekinna marka. Og sveitarfélögum er skylt að taka til tillit til þessa í skipulagsgerð. Og svo er mælt með því að sveitarfélög stýri skipulagi þannig að heildaráhætta vegna ofanflóða minnki með tímanum. Vinna við þetta hættumat, það var svona töluverð vinna sett í það að skoða bara sambærileg berghlaup á jökla. Það eru nokkuð dæmi hérlendis, svona þekktustu og stærstu Steinsholtslaupið 1967 sem við skoðum svona mest og notuðum til að kvarða líkanið sem við notuðum og svo Mossarjökul sem féll 2007. Við skoðum líka bara alþjóðleg gögn berghlaup sem fallið á jökla og það er svona tugir berghlaupa sem verið hérna rannsökuð og skráð sem hérna fallið á jökla og þau gefa svona hugmyndum mögulegt úthlaup miðað við aðstæður á Svínafellsjökli. Svo beitum við líkanreikningum, það er skriðulíkan notað víða til að herma skriður. Gögn til kvörðunar að þekktara skriðufalla eins og sagði við notuðum mikið Steinsholtslaupið til að kvarða skriðulíkanið og svo notuðum við líka skriðu- og vatnslíkan og berghlaup sem gengur í lónusspor jökulsins getur valdið flóði. Hérna er mynd af Steinsholtslaupinu, hérna eru aðstæður fyrir hlaupið, myndtekin 1960 og svo hérna eftir hlaupið, berghlaupið fellur á þessu svæði hérna og berghlaupið út í lónið og þetta var mikið hérna vatnsflóð sem fór þarna niður eftir berghlaupið. Þetta er Mossarjökull sem féll 2007 og þarna stöðaðist það bara upp á jöklinum og varð ekkert meira en það bara berghlaupið féll þarna niður á jökulinn. Það er mikil óvissu um stærð, tímasetning og hegðun eftir að berghlaupið fellur. Hversu djúpt nær sprungan, við vitum það ekki. Við vitum ekki hvort að stykki falli í heilu lagi eða nokkrum stykkjum. Og svo er spurning hvort að berghlaupið taki upp ís á ferð niður jökulinn. Og svo er spurning hvort að það ná að falla í lónin við sporjökulsins og þá á hvaða hraða það fellur í lónið. Og þá hversu stórt lónið er á þeim tíma sem berghlaupið fellur og þetta er kannski það sem svona er stærsta breytan í þessu og ræður mest hvernig hérna atburðurinn verður, hversu stórt lónið er. Og bæði breytir að því hversu líklegt er að berghlaupið nái í lónið og líka hvernig hérna hvað mögulegt vatnsflóð verður stórt.
og svo hvort flóðbylgjan verður blönduð stórgrýti og stórum jöklum eða verður þetta fyrst og fremst vatnsflóð. Hættumati miðast á ákveðnar forsendur en viðbúnaðaráætlun þarf að taka til hugsanlega verri útkomu. Gagnasafnið berghlaup, þetta skoðum mikið eins og ég sagði áðan og það sem við skoðum sérstaklega er hlutfall úthlaupslengdar og fallhæðar og notum það svona til að bera saman þessi berghlaup, sögulegu berghlaup og svona reyna að meta hversu langt þau gætu farið. Og þegar við gerum þetta þá teiknast þetta svona upp þannig að 25% þessara berghlaupa sem við skoðum myndu stoppa hérna bara ofarlega á jöklinum, 50% stoppa hérna á jöklinum þar sem svona aðeins fara að halla niður, 75% stöðvast fyrir ofan lónin og það eru nú aðeins 11% sem myndu ná í vestaralónið eins og staðan er í dag. Þetta er með að falli í heilu lagi? Þetta er nú bara miðað við þessi sögulegu berghlaup sem eru á mjög mismunandi stærð. Þau eru allt frá því að vera nokkru milljón rúmmetrar og upp í að vera 10 rúmmetra eins og mögulegt berghlaup hérna getur verið. Þannig að þarna er ekki verið neinir líkareikningar eða neitt til að bera saman. Heldur þetta bara borið saman með þessari fallhæð og hérna úthlaupslengd. En hins vegar þá myndi að breytast svona miðað við stærð lónsins, miðað við hvernig er talið að jökullinn getur hopað, að þá er 19% þessara berghlaupa myndi ná í lónið eins og getur verið 2040, en 42% berghlaupana gæti náð í lónið eins og gæti orðið 2070. Miðað við stöðin í dag virðist líklegast að berghlaupi stöðist ofan lónsins við Hafrafell, sérstaklega ef hlíðin gefur sig áföngum, en fari svo að berghlaupið nái í lóni verður hraðinn líklega lágur og fremur lítið flóð færi af stað. Ef sprungan nær undir jökulinn og tvöfalt stærra berghlaup færi af stað gæti komið þó nokkuð flóð blanda jökulís og berghlaupsefni úr lóninu á Hafrafell en minna flóð í Svínafellsá. Þannig að eins og staðan er í dag að þá er sem hættan mest til vesturs og hérna ólíklegt að ná í eystra lónið. Og þótt hér sé vatnsflóð að ræða er eðlilegt að beita ofanflóðahættumati því hamfarirnar stafa af berghlaupi og koma skyndilega fram á áhrifasvæðinu. Áhrifin eru mjög frábrigðin öðrum vatnsflóðum. Flóðbylgja kemur fram eins og veggur vatns á miklu hraða sem ógerningar að hlaupa undan. Svona önnur vatnsflóð rísa oft á allöngum tíma og færa í kaf stór svæði en straumhraði verður ekki mjög mikill nema nálægt farvegi viðkomandi vatnsfalls og slík flóð er ekki mjög mikil ógn lífsfólks sem geta valdið miklum efnahagslegu tjóni. Einungis eru settar formlegar reglur og skilgreiningu hættusvæða fyrir ofanflóð og það er það sem við notum í þessu hættumati en það er unnið að sambærilegu regluverki fyrir flóðahættumat. Og hérna er sýnt bara þessar niðurstöðu líkareikninga. Þetta er áhrifasvæði flóða 2020 samkvæmt líkareikningum og eins og ég segi þá er áhrifin fyrst og fremst til vesturs. Þetta er þá áhrifasvæði flóða eins og lónið getur verið 2040 og þá er hérna streymir út úr lóninu bæði til vesturs og til austurs og hérna eru þessi farvegi farnir að teiknast upp á milli jökulaldana hérna fyrir ofan. Þetta er svo áhrifasvæði flóða eins og getur orðið 2070 og hérna þetta er svona bara sömu farveginir sem teiknast upp en flóðið dreifir meira úr sér og nær hærra upp á öldurnar og áhrifasvæði þess vegna stærra. Það sem við notum og er svona liggur mjög mikið til grundvallar þessu hættumati er þetta tjónmætti vatnsflóða og sem er bara útfært fyrir vatnsflóð og þetta tjónmætti er margfeldi vatnsdýpis og vatnshraða og hérna er bara lýsing á þessu tjónmætti. Ég ætla svo ekki að fara að lesa þetta en við höfum yfirfært þetta yfir á ofanflóðahættumatsflokkana og yfir á þessi hættusvæði sem eru þá A, B og C. Áður en ég sýni hættumatið að þá er þetta svona
mikilvægur punktur að hættumatið tvískipt og þetta óvenjulegt af því að hættan önnur í dag heldur hún getur orðið eftir áratugi þegar lónið hefur stækkað. Og þess vegna gerum við tvískipt hættumat. Það annars vegar hættumat, skammtíma hættumat sem miðast við svona næstu 10-20 árin og það hugsað fyrir ákvarðanir sem tengjast núverandi umsvifum, til dæmis ákvörðun viðbyggingar eða nýja byggingar sem ekki breyta heildaráhættu umtalsvert. Og svo það langtíma hættumat, miðað aðstæður sem kunna að skapast eftir 50 ár og það þá miðað við aðstæður sem geta verið 2070. Og það svona ætlað til hliðsjónar við skipulagsákvarðanir þegar horft til langrar framtíðar, til dæmis skipulagningu nýrra hverfa eða fyrir þjónustu eða frístundabyggð sem stefnumótandi til áratuga. Og ef við skoðum bara þessi svæði sem eru byggð hérna núna, þá þetta hættumat til skemmri tíma fyrir Svínafell og og þessi rauðu og dökkrauðu og gulu flákar eru niðurstöður líkareikninga og eru þessi tjónmættisflokkar sem eru sýndir hérna og svo eru hættumatslínurnar dregnar eftir niðurstöðu þessa líkareikninga. Og hérna eru þessar þá A, B og C línur og þarna byggðin að mestu leyti utan hættusvæða. Og þetta svo langtíma hættumatið og sérst hvernig flóðin breiða meira úr sér og hérna svo sem bara lítill hluti byggðarinnar á hættusvæðum. Það hluti byggðarinnar á A og B svæðum miðað við þetta, þannig að það ekki stórkostlega breytingar þarna. Hérna hættumat til skemmri tíma fyrir Freysnes og hérna bara sama niðurstöðu líkareikningana með þessum flákum. Svo eru línurnar teiknaðar eftir niðurstöðu líkareikningana og hótelið á A-svæði samkvæmt þessu í skammtíma hættumatinu og það svona C-svæðistunga sem teygir sig niður austan við það. En þetta svæði allt utan hættusvæða og hér þá A-svæði. En til lengri tíma þá lítur þetta svona út og þá stór hættusvæði, hótelið á C-svæði, hér B-svæði og A-svæði undir jökulgarðinum. Og flugvöllurinn hér, sama þetta þá hættumat til skemmri tíma og langtíma hættumatið. Sveitarfélagið bað okkur svo að útvíkka hættumatið þannig að það myndi líka sýna hættuna á svæðinu á milli þessara 3 svæða sem voru að sýna ykkur. Og þetta dálítið mikið spaghætti og sérstaklega ef maður horfir á þetta svona fjarlægt geti ég ímyndað mér. En þetta þá skammtíma hættumatið fyrir allt svæðið og sjást allar þessar línur. Hótelið hér á A-svæði samkvæmt þessu hættumati. Flugvöllurinn hérna, Svínafell uppi og það teiknast upp þessar eyjar undir jökulgarðinum hér, nokkrar fyrir ofan á hólunum og jökulgarðinum og svo nokkuð stór hér, svona eyja þar sem þetta svæði þá utan hættusvæða. Þetta svo hættumati til lengri tíma og þetta eru bara sami kvarði þannig að staðirnir eru á sama stað, Svínafell, flugvöllurinn og hótelið þar sem við erum og þessar eyjar teiknast aftur upp og þessi svona áberandi stærst hér og utan hættusvæða. Og það kannski hægt að setja þetta aftur upp á eftir ef það eru spurningar eða viljið skoða þetta eitthvað nánar. Niðurstöðurnar óbreyttar frá því hættumatið var kynnt á íbúafundi 2020 nema við erum búin að gera þetta stærra kort sem sýnir hættuna á stærra svæði. Líkareikningar á gögnum berghlaupa og jökla víða heim benda til þess að lítil hætta sé á berghlaupin sem slíkt hafi áhrif utan jökulsins. Hættan bundin við hlaupina í lóni sporjökulsins og valdi flóði. Á meðan lónið tvískipt lítil hætta verið byggðina, hættan fyrst og fremst bundin við svæði við Hafrafell og farveg
Skaftafellsár og minna marki við farveg Svínafellsár. Þegar lónið verður samfellt frá austri til vestur skapast nokkur hætta á flóðum sem getur breytt úr sér við Svínafellsbæina. Hættan í Freysnesi fremur lítil og líklegt að jökulgarður beini hugsanlegu flóðvatni fram hjá byggingum. Hættan eykst jafnt og þétt með stækkun lónsins og eftir 50 ár verða líkurnar á berghlaup ná í lóni umtalsverðar og möguleiki á mjög stórum flóðum niður alla farvegi sem skapa mikla hættu í byggð. Það mikil óvissa í matinu, eins og ég sagði áðan, það mikil óvissa marga þætti og það ekki vitað hvernig þróunin verður því jökullinn fer að þynnast. En það samt mjög líklegt að þessi hreyfing fara af stað aftur. Frá því að hættumatið var kynnt síðast að þá hafa farið fram töluverðar rannsóknir á svæðinu. Daniel Joshua hefur verið í doktorsnámi í Háskóla Íslands sem hann hefur lokið og það hefur farið fram miklar rannsóknir í tengslum við það. Meðal annars stöðugleikareikningar sem mjög áhugaverðir og þar sýnt fram á hvernig stöðugleikinn jókst þegar jökullinn hætti að hoppa og skriðan frá 2013 lagðist þarna yfir jökulinn og þar sést líka hvernig stöðugleiki minnkar þá kemur til með að minnka aftur þegar jökullinn hoppar aftur en það fer reyndar eftir því hversu djúpt þessi óstöðugleiki nær, hversu hratt og mikið óstöðugleikinn minnkar. En það ekki samt hægt að ráða af þessum stöðugleikareikningum hvort eitthvað hlaupa af stað og þá hvenær, svarar ekki þeim spurningum, en svona bendir alveg til þess að þessi hreyfing fara aftur af stað þegar jökullinn fer að hoppa. Og eins og ég sagði áðan þá óvissa hversu djúpt þetta berghlaup getur verið stærra eða minna en hér gert ráð fyrir. Fyrri berghlaup og jökla og rannsóknar Svínafellsseiði sýna að þessi hættu verður að taka alvarlega. Óvissun þarf að taka á með rýmingaviðbúnað til að draga úr áhættu. Berghlaup fjallast sjaldnast án fyrirboða. Þetta sýna dæmin og liggur það til grundvallar viðbúnaði við berghlauphættu og öðrum þjóðum, til dæmis Norðmönnum. Vöktun og rýmingu verður beitt til að draga úr hættu á slysum, en það einnig óvissa í vöktuninni. Það bæði óvissa hjá viðbragðsaðilum og þeim sem þurfa að taka ákvarðanir, en það líka bara óvissa því að búa undir og svona við vöktun og þess háttar. Og hafa þar í huga svæði býr einnig að hætta á völdum eldgosa í Öræfajökli og jökul- og gusthlaup sem gos geta valdið. Og það raun og veru þannig að þessi hætta af jökul- og gusthlaupum að hún teiknast upp, eða af jökulhlaupunum teiknast upp á sömu svæðum. Þetta eru vatnsflóð bæði og það sömu farvegir sem þessi vatnsflóð munu fara þannig að þetta eru svona mjög sambærileg hættusvæði sem teiknast upp í bæði jökulhlaupahættumatinu og þessu hættumati sem ég að kynna hér. Bara örstutt vöktunina í lokin. Það hefur verið áskorun að reka mælakerfið í þessari hæð. Það hafa verið samskiptavandamál bara með farsímakerfið, þau virðast vera leyst. GPS-stöðvarnar sem þær taka mikla orku. Þær eru keyrðar á sólarsælum og það eru 12 rafhlöður, en samt orkuskortur yfir háveturinn. En við erum með togmælan og GPS-stöðvarnar aðgreindar í orkukerfinu, þannig að þó að GPS-stöðvarnar dett út og þá haldast togmælarnir inni. Það hefur verið bilun í neðri GPS-stöðinni síðustu vikur. Og kannski rétt áður en ég held áfram niður þennan lista að segja ykkur frá því að þetta eru 2 GPS-stöðvar. Sprungan sýnd hérna og það eru 2 GPS-stöðvar, ein hér og ein hérna uppi, og svo eru togmælar sem eru svona stangir sem ganga þvert yfir sprungurnar og nema þá hreyfingu á þessum sprungum, og þeir eru 3, 1 hérna á neðra svæðinu og 2 hérna uppi. Varðandi togmælana það hefur verið styttri til líftími heldur en reiknað var með og þeir hafa verið að leggja upp laupan í vetur og það aðeins 1 virkur núna. Þannig að
þannig að það er bara önnur GPS-stöðin sem er að fullu virk, hinn hefur verið að senda svona stopulboð núna síðustu vikur og bara einn tómælir. En hins vegar er það þannig að þessi tæki myndir samt sem áður sýna ef allt stykkið myndi fara á hreyfingu. En kerfið er aðeins hannað til þess að fylgjast með hreyfingu á stóru svæði. Þannig við erum ekki að vakta hreyfingu neðar í hlíðinni og ekki á milli þessara mæla, þannig að það gæti svo sem verið hreyfingar á minni svæðum, en það væri ekki hreyfingar sem væri svona forboði einhverja hættu í byggð, en það getur náttúrulega verið þá hætta á jöklunum sjálfum af svona einhverja minni skriðuföllum sem myndi ekki endilega sjást á þessum mælitækjum. En ný vefmyndavél sett upp fyrir í dag, sú sem var á flugvellinum og horfir þarna upp á heiðina bilaði fyrir 2-3 vikum, en henni var skipt út í dag og svo verður farið í það í sumar að skiptum þessa tómæla, það verður skiptum það alla 3 og það er bara stöðu vinna með GPS-tækin að sinna orkuþörf þeirra og þá þarf væntanlega að laga þetta neðra GPS-tæki sem hefur verið stopult. En ég ætla þá að enda hérna. Mjög gott, takk fyrir. Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum aðeins að standa upp og fá okkur kaffi og grípa okkur bita. Tökum 10-15 mínútur í þetta. Við ætlum að leyfa Björn Ingi ætlar að segja nokkur orð og svo ætlar Brynja Dögg að koma í kynningu áður við opnum fyrir spurningar og svör. Það er mögulega eitthvað sem kemur fram í máli okkar sem að mun þá svara einhverjum spurningum sem koma en við tökum spjallið í lokin. En gjörið svo vel, endilega farið í veitingarnar hjá Önnu Maríu.
höldum áfram, við skulum tylla okkur. Við þökkum Magna fyrir sína yfirferð sem var mjög góð. Ég ætla að biðja hann Björn Inga að koma, hann verkefnisstjóri almannavarna á Suðurlandi og vinnur þétt með okkur hérna í almannavarnanefndinni. Ég ætla að biðja Björn að koma og segja nokkur orð, Björn, gjörðu svo vel. Og við klöppum bara, Takk fyrir, gaman að sjá okkur. Ég átti fyrst að biðja skila kærgæði frá lögreglustjóra sem gat því miður ekki komið hérna með mér. En hann mjög duglegur að koma á þessa fundi og hefur gaman að þessum málum. Það sem ég var að talað hvað gerist svo út frá almannavörnum og nú náttúrulega það þannig að skipulagsvaldið hjá sveitarfélaginu og þið vitið það nú flest að þau eru klára að vinna nýtt endurskoðun aðalskipulagi. En það sem við þurfum að fara í framhaldi af því að þessi skýrsla áhættumat verður gefið út í raun og veru að hefja vinnu við viðbragðsáætlun það hvernig við ætlum að bregðast við og þá þurfum við líka að skoða hvaða hugsanlega fyrirboða og forvarnir við getum komið fyrir eða getum fengið til þess að auka viðbragðstímann. Og Magni nefndi náttúrulega Öræfajökul og gos úr Öræfajökli sem hefur svo sem áhrif á mjög svipuðu svæði og þetta miklu víðtækara ef það verður eins og fyrir stóru gosin voru. En þar var komin á stað hérna 2013-14 og alveg fram til 2017 mjög mikil vinna í gerð viðbragðsáætlunar fyrir Öræfajökul og við þurfum að fara að dusta rykið að henni líka núna. En það verkefni almannavarna hér næstunni þá í framhaldi af þessari kynningu og þessari útgáfu og þessari áhættumati að vinna þetta viðbragðsáætlun og að því þurfa að koma einhverjir einstaklingar sem mynda stýrihóp sem vinnur með almannavarnanefndinni og það í raun og veru tengingin við bæði heimamenn og í raun og veru viðbragðsaðila á svæðinu til þess að tryggja það að sjónarmið og viðhorf þeirra komist inn í þessa viðbragðsáætlun. Af því að staðreyndin sú að einhverjir kallar að sunnan eða hvaðan sem koma búið til einhverja viðbragðsáætlun aldrei eins góð eins og þegar að fólki sem á að vinna eftir henni og vakta eftir henni gerir sína viðbragðsáætlun út frá í raun og veru sinni reynslu og sinni þekkingu. Þannig að ég vænti þess að við förum mjög fljótlega á stað í þessa vinnu með almannavarnanefndinni, óskum eftir einhverjum fulltrúum frá ykkur inn í þessa vinnu og reynum að gera þetta tiltölulega hratt að góðri viðbragðsáætlun fyrir þetta svæði. Og svo ætla ég bara að vera tilbúin til að taka hérna við spurningum á eftir ef eitthvað kemur. Kærar þakkir fyrir Björn Ingi. Mér langar að nefna tvennt áður ég hleypi Brynju að. Við erum með viðbragðsaðila hérna og meðal annars aðila frá slökkviliðinu og við erum að kaupa núna nýja slökkvibifreið hingað í Öræfin. Hvenær kemur hún til okkar, Boggi? Enda maí, mjög gott. Og við höfum verið að berjast fyrir þessum öryggisinnviðum hérna, eins og þið vitið. Og eitt af því sem við höfum verið að ræða og ég get sagt ykkur að ég hef rætt það við bæði Ásu Berglindi og Víðir Einarsson og við höfum nefnt þetta við fleiri þingmenn líka. Og ég mun ræða við Höllurhund og ég veit við höfum hana með okkur í liði þarna að við erum að reyna að kjarna svona hvað það að tala þegar við erum að tala öryggisinnviðina. Jú, það eru alls konar innviðir, það vegakerfið og ýmislegt en við höfum viljað sem sveitarfélag þá ekki vera að benda á ríkið ef við erum ekki með hlutina í lagi við sjálf. Þess vegna erum við ekki að fara þá leið að taka einhverja gamla græjur á Höfn og flytja þær hingað heldur kaupa bara nýjan bíl hérna. Og það bara virkilega skemmtilegt. Síðan var eitthvað annað sem ég ætlaði að nefna sem ég er búinn að gleyma. En Brynja Dögg Ingólfsdóttir, við skulum bara gefa henni klapp og hún ætlar að fara aðeins yfir stöðuna hjá okkur. Hæ, já, ég heiti Brynja Dögg Ingólfsdóttir og umhverfis- og skipulagsstjóri. Ég ætla aðeins að segja bara aðeins að fjalla hvað hættumati sem Magni var að kynna þýðir fyrir framtíðarþróun og uppbyggingu á svæðinu. Mér langar aðeins bara af því að við erum... Ég þarf að prófa þetta hérna.
Við langar bara aðeins að setja í samhengi af því að við erum miskunnug og þekkjum mismunandi mikið hvað hefur verið að gerast hérna. Og þannig í samhenginu þá bara á 10 árum þá hefur ferðamönnum í sveitarfélaginu Hornafirði fjölgað 529%. Og í dag eru í gildi rekstrarleyfi vegna gistingar fyrir 2761 gest. Það fyrir utan tjaldsvæði og öll Airbnb gistingu. Og þrátt fyrir það skortur á gistirými næstum áriðum kring á svæðinu. Og þetta sem sagt fjöldi gistirýma sem eru með leyfi eru fleiri heldur en skráðir íbúar í sveitarfélaginu. Þannig að það eru ríflega 2-falt fleiri sem gista flestar nætur heldur en skráðir íbúar eru svæðinu. En fjölgun starfa í ferðaþjónustu hefur á sama tíma verið 445%. Fjölgun bíla á þjóðvegi 1 hefur verið 63% og núna í mars þá fóru 45.000 ökutæki fram hjá mælinum í Öræfum bara í mars. Það skortur á íbúðum á svæðinu og lóðum til íbúðaruppbyggingar og það bara mjög mikill þrýstingur á uppbyggingu og enda frábært að starfa og búa hérna. En mér langaði samt líka að segja á sama tíma þá hefur við líka dregið úr hefðbundnum landbúnaði, bæði framleiðslu og störfum í landbúnaði. Já, kemur þetta svona. Herðu, svæðið sem að ræða, bara áhrifasvæðið, það næri við byggt svæði í Freysnesi, Svínafelli og flugvellinum Skaftafelli. Á þessum svæðum þá eru talsverð umsvif í ferðaþjónustu, frístundabyggð og landbúnaði. Og mig langar aðeins bara að segja ykkur tímalínuna fyrir ykkur sem ekki vitið að það var 2014 sem að sprunga finnst í Svínafellsheiði og Svínafellsjökul. Hún var mæld árið 2016. Á árunum 2018 og 2019 skilst mér að vöktun hafi hafist og árið 2018 eru ferðamenn varaði við að vera ferð við jökulinn. Veginum að jöklinum var lokað og á þessum tíma það var bara unnið að talsverðu uppbyggingu hérna á svæðinu. Menn ætluðu að breyta skipulagi, færa til, stækka veitinga- og sögluskálan, auka umsvif á flugvellinum, byggja upp í frístundabyggðinni, stækka hótelið og það margt fleira sem að fólk vildi og vill gera hérna. Öll skipulagsvinna var sett á hold vegna vinnu við hættumat og þetta árið 2018 og í dag 2025. Já, en bara mér langar líka að geta þess að þessum tíma þá svæði sem undir, það líka algjörlega óljóst hvaða svæði það sem að verið að tala fólk, það ekki algjörlega ljóst. Drög að hættumötu það var haldinn íbúafundur 2018. Það var drög að hættumötu voru svo kynnt fyrir sveitarfélaginu í lok árs 2021 og fyrir íbúum í lok árs 2020 og fyrir íbúum 2021. Þannig að það 4 ár sem við sátum síðast í þessum sal og vorum að fjalla hættumati. En í millitíðinu hefur samt ýmislegt gerst og það hafa farið fram í samráð og samtöl við Veðurstofu, almannavarnir, náttúruhamfaratryggingu, skipulagsstofnun, umhverfisráðuneytið og ýmsa aðra aðila sem að koma að málinu. Og við biðum eftir hættumatinu og meðan hefur verið status quo í skipulagsmálum. Og þegar að hættumati liggur fyrir þá kemur nefnilega í ljós árið 2020-2021 þá kemur nefnilega í ljós að hættan passar ekki alveg inn í lagaumhverfið og við sitjum eftir ennþá í smá eða talsverðri óvissu og það kannski þess vegna sem að málin hafa tafist svona mikið. Það sem eru næstu skref, eða það sem næst þarf að gerast, að það verður kynning og útgáfa á hættumatinu og hættumati mun væntanlega, við munum vinna áfram eftir þeim lögum sem að það gert samkvæmt þó við vitum ekki hvort að ráðherra muni skrifa undir það að lokum að þá gerum við ráð fyrir að það liggi muni á næstu dögum liggja frammi á heimasíðu og skrifstofu sveitarfélagsins og allir eiga geta kynnt sér það.
Það þarf að gera, almannavarnir þurfa að vinna í viðbragðsáætlunum eins og Björn Ingi kynnti og svo þurfum við að fara yfir það hvort að reglu endurskoðun hættumatsins og aðalskipulagsskilmála þurfa að fara fram. En það sem ég ætla aðeins að fjalla um er heimildir og skilmálar í aðalskipulagi sem að verða næst og nú kemur þetta sem að mist svona pínulegt. Hlutverk sveitarfélagsins felst nefnilega fyrst og fremst í skipulagsmálum og heimildum til uppbygginga og framkvæmda. Og það sem er sérstakt við þetta hættumat og setur sveitarfélagið í pínu skrýtna stöðu gagnvart skipulagi og þessum heimildum, það er það að hættan skapast á ofanflóði sem að fellur í vatn og það er vatnið sem að gæti valdið tjóni. Og þess vegna hefur ekki verið alveg ljóst hvort sé að ræða ferli hættumat samkvæmt lögum varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum frá 1997 nr. 49 eða hvort við eigum að fara eftir þeim reglum sem að gilda vatnsflóð. Ef við erum að tala ferli samkvæmt ofangreindum lögunum frá 1997 snjóflóð og skriðuföll, þá er sveitarfélaginu skylt að setja hættumatslínur inn í aðalskipulagi. Og við höfum þá ekkert val það. Venjulega, eins og Magni fór aðeins yfir áðan, ég ætla bara að segja með aðeins öðrum orðum, en venjulega er vatnsflóð ekki þess eðlis að þau ógni lífi og limum fólks. Í þessu tilfelli er það samt þannig og það er að ræða hættu sem verður vegna ástreymisþrýstinga, þess að kraftsins sem kemur með vatninu, alveg eins og þegar það kemur snjóflóð, þá er það krafturinn sem skellur á þér, sem veldur þér hættu og skaða, en ekki eins og í venjulegu vatnsflóði þá er það yfirleitt vatn sem hækkar og hækkar tiltölulega smám saman og þú hefur miklu meiri möguleika á að forða þér og það er ekki eins og ég segi jafn mikið kraftur. Það er annað sem er vandamál að það er hættan eykst með tíma. Það er ekki sama áhætta nú og eftir 20 ár eða eftir 50 ár. Á meðan að lónið er tvískipt lítil hætta fyrir núverandi byggð en eftir 50 ár þá líkur á flóði aukist mjög mikið. Aðalskipulag sem við gerum í dag, það gildir til svona það bil ársins 2040 en ekki til ársins 2070. Og þetta setur okkur í smá svona vanda það hvernig eigum við að vinna með þetta áfram af því við erum að vinna með skipulag til næstu 20 ára en verðum samt að taka tillit til þá næstu 50 ára. Svo er þetta líka, þetta er þetta einskiptis hætta, spurjum við, af því að ef að berghlaupi fellur þá er hætta væntanlega liðin hjá. En ef að berghlaupi fellur hins vegar í áföngum, það fer smám saman niður í einu, að þá er áhættan líka miklu minni og tjónmátturinn hlýtur að minnka. Ok, ég held ég sé búið með þetta sem er svo leiðilegt að lesa. Nei, það er meiri lög og reglugerðir. Heyrðu, það hefur, nú er lagt fram hættumat sem að, þar sem er lagt mat á þá hættu sem að lífi fólks er búin vegna flóðsins. Og við verðum mér finnst bara mikilvægt að við segjum að vitum það öll að við erum að tala um líf og limi fólks, ekki bara hættu á einhverjum skaða eða tjóni á eignum. En og það eru skýra skilgreiningar í reglugerð nr. 505 frá 2000 hættumat vegna ofanflóða. Og svo heitir þetta rosalega löngu nafni, ég ætla bara að kalla þetta hættumat, reglugerð hættumat vegna ofanflóða. En í 15. greininni það segir að ef að gildandi svæðis eða aðalskipulag er ekki í samræmi við gert hættumat, þá skal endurskoða skipulagið þannig að það verði í samræmi við hættumati. Þannig að okkur er þá skylt að tryggja það að skipulagið endurspegli hættumatið sem er í gildi. Taka skal fullt tillit til hættumats við alla skipulagsgerð og við endurskoðun aðalskipulags skal sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til að endurskoða hættumati. Og það er óheimilt að skipuleggja íbúðabyggð, frístundabyggð eða svæði fyrir atvinnustarfsemi á áður óbyggðum svæðum nema tryggt sé áhætta fólks með tilliti til ofanflóða verði ásættanleg. Og sömuleiðis þá stendur í skipulagsreglugerð sem okkur ber að fara eftir þó að við höfum skipulagsvaldi
að það stendur náttúruvá að það skal afmarka þau svæði sem skilgreind eru sem svæði undir náttúruvá í aðalskipulagi og gera grein fyrir takmörkunum á mannvirkjagerð sem á þeim gilda. Ekki skal staðsetja byggingarreit á svæðum þar sem að vitað að tjón hafi orðið á völdum ofanflóða eða þar sem líklegt má telja að ofanflóð geti fallið nema fyrirliggi hættumat sem að heimila slíkt. Og ég sé því ekki að sveitarfélögin sé stætt á öðru en að setja hættumatslínur inn í aðalskipulagið, enda tel ég að það er sameiginlegt og ég held að það sé hljóta að vera sameiginlegt markmið okkar allra að byggja upp samfélag og atvinnulíf á ábyrgan hátt í sátt við náttúruna, bæði hér á þessu svæði eins og öðrum svæðum í sveitarfélaginu. Og þá langar mig að segja bara hvað þýða svo þessar hættumatslínur, af því að það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Á hættusvæðum sem merktir á A og B þá er heimilt að reisa ýmis mannvirki með ákveðnum skilmálum og kröfum. Og það getur verið bara að þau þurfa að vera sterkari, þola öðruvísi ástreymis, þrýsting og annað slíkt. En það er hættusvæði C sem að takmarka mannvirkjagerð og þar skal ekki gera ráð fyrir stöðugri viðveru fólks eða mannvirkjum sem að gera ráð fyrir stöðugri viðveru fólks. Og núna hvaða valkostum stendur bæjarstjórn þá fyrir í skipulagsvinnunni. En það sem að bæjarstjórn þarf að fjalla og móta tillögur hvort að setja skuli inn hættumatslínur sem dregnar hafa verið fyrir árið 2040 eða hættumatslínur sem dregnar hafa verið fyrir árið 2070. Það sem er sérstakt við þetta, ég er að lesa aftur það sama. Það er ýmis sjónarmið sem taka það tillit til við þessa ákvörðun og það er vert að taka fram að það er alls ekki víst að sé að ræða ákvörðun sem sveitarfélagi getur tekið upp á sitt einsdæmi, þrátt fyrir að það hafi skipulagsvaldið. Næstu skref sveitarfélagsins felast því í að safna saman þeim sjónarmið sem taka þarf tillit til. Móta tillögur hvernig hvor valdkostur myndi birtast í aðalskipulaginu. Hafa samráð við almannavarnir, Veðurstofuna, Skipulagsstofnun, Umhverfisráðuneyti, jafnvel innviðaráðuneyti, líklega náttúruhamfaratryggingar og hugsanlega fleiri aðila. Setja inn tillögu í vinnslutillögu aðalskipulags og fá umsagnir og athugasemdir kynningu hennar og þessi tillaga verður kynnt einhvern tímann á vormánuðum. Og þetta er síðasta glæran. Sko, hættumatslínurnar, þær hafa mjög mikil áhrif á það hvað má og hvað má ekki gera. Þau svæði sem eru lítið appelsínugul á myndunum eru þau svæði þar sem einungis er heimilt að reisa ný mannvirki þar sem ekki er búist við stöður viðveru fólks til búsetu eða til vinnu. Og eins og að sjáu þá er gríðarlegur munur á því hvað stórt svæði er að ræða eftir því hvort við miðum við árið 2040 eða 2070. Og það sem við stöndum svolítið frammi fyrir er að meta þetta og það skiptir líka máli að við förum yfir það bara hvaða máli skiptir þetta og hvaða nákvæmlega svæði eru þetta sem að liggja þarna undir. En á þessum tímapunkt, bara það sem mig langar að biðja ykkur að gera með mér og bara hjálpa okkur við, það er að bara spyrja núna spurninga, því það er mikilvægt að fá upp sem flestar spurningar og vangaveltur og ég hvet ykkur til að það mun gagnast í ferlinu framundan og það er engin spurning vitlaus. Og ég hvet ykkur til að hafa samband bæði núna eða ef það vakna síðar í ferlinu. Já. Og það var svo sem ekkert mikið fleira sem ég ætlaði að segja, nema bara þessar línur, eða hættumatið fer núna í kynningu og mun liggja fram og fólk hefur tækifæri til þess að benda á og muni hafa tækifæri til að kynna ykkur það. Það eru 2 kynningarferli fyrir aðalskipulagstillögu líka væntanleg. Fyrra er áætlað núna á vordögum og það seinna næsta vetur. Og takk. Kæra þakkir, Brynja, og það sé alltaf að nefna á það sem við erum að tala öryggismálin og þingmennina. Við erum að núna fara að beita okkur fyrir því
að við fáum heilsugæslusel, svo kallað hingað í Öræfin. Og við höfum fulla trú á því að við getum náð því í gegn. Við erum reyndar að gera samning núna við eða sem sagt svona, fá upplýsingar það að það verður neyðarviðbragð hérna áfram í sumar eins og verið hefur. En það þarf meira til og Brynja fór nú yfir ferðamennina og fjöldan sem hérna og þetta er ekki hægt að miða við íbúafjöldan í þessu reiknilíkani heilsugæslunnar. Það bara algjörlega úrelt aðferð og hana verður að endurskoða og við höfum von á því að senda inn erindi fljótlega varðandi heilsugæslusel. En við ætlum að taka spurningar og ég ætla að biðja þig, Brynja og Magni og Björn Ingi að koma bara hérna og svo þegar spurningarnar koma eða þá að ég kalla bara ykkur í sætin eftir hvert spurningun beint en þið vitið að ég þarf að hafa þann háttin á að endurtaka spurninguna því að við erum á upptöku og það eru aðilar sem eru að horfa og munu vilja horfa á þetta. En hver vill rétt upp hönd fyrstur? Já, gjörðu svo vel. Já, ég heiti Stefán Benediktsson og ég í raun og veru ekki með spurningu, heldur ég vil bara minna á það að fyrir 30 árum síðan þá gengust þingmenn þessa kjördæmis fyrir því að byggja mjög myndarlega varnargarða fyrir sunnan Skaftafell sem að gengu undir nafnu Viðlaga sjóskarðar og þeirra hlutverk var fyrst og fremst að stöðva skeiðarárhlaup og vernda í raun og veru þar með Fjárhúsins Jakobs og tjaldsvæði og Viðlagasjóður sem fjármagnaði þetta og síðan kom hlaupið og þessir varnargarðar stóðust það mjög myndarlega. Spurningin þessi, það raun og veru bara einn staður á þessu svæði sem er í verulegri hættu sérstaklega ef miðað við muninn á milli 25 ár og 50 og 70 og það Freysnes. Og þá ég ekki að tala við þig í raun og veru, heldur kannski frekar við þau. Já. Menn hafa nú einhvern tímann sem ég tali það allavega minnst einna messuvirði að athuga það hvort ekki væri hægt að koma við físískum vörnum, ekki bara varnar áætlun eða eitthvað slíku. Já. Til þess að vernda þennan stað því að það fyrir náttúrulega ekkert á milli mála að það eru gífurlegi fjármuni þarna á ferðinni. Mjög gott. Það heyrist alveg hljóður, Tjörfi. Já. Viljið þið bregðast við þessu, Brynja eða Magni? Kannski aðeins bæta við líka, það eru fleiri forvarnaraðgerðir, það hefur lækkað í lóninu frá því einhverja metra frá því að þeir mældu þetta sínum tíma. Og það væri hægt að lækka í lóninu líka með því að dýpka útfallið. Hugsanlega bara 10 metra eða svo með því að dýpka útfallið í Svínafellsá eða annars staðar. Þannig að það eru möguleika líka og verður hvernig að sjá útreikningarna frá því hvað minnkar það áhættuna og hvað minnkar það hættusvæðin. Það kom komment úr sal það að það væri hægt að fara í aðrar aðgerðir líka eins og að dýpka í ánum og jafnvel bara alveg inni við það. Já, sem það hægt að lækka, það hefur örugglega lækkað frá því að þeir voru svona 4 til 6 metra lónið og það væri hægt að lækka, ég giska á 10 metra. Eða dýpkað innsiglingunni í Hornafjörð? Jú, Grímslin. Maggi, vilt þú bregðast eitthvað við þessu? Gjörðu svo vel. Á sömu nótum náttúrulega líka mögulega fordæmisgefandi aðgerðir í Grindavík, Neskaupstað, Siglufirði, Ísafirði, Flateyri, Súðavík, sambærileg mannvirki. Hérna kom komment úr sal varðandi ýmis mannvirki sem hafa verið reist það sem hætta á ofanflóði og taldir upp nokkri staðir og að það væri mögulega fordæmisgefandi. Já, það komment á það að það búið að búast við flóði í Vík frá því að, það er verið að bíða til Kötlu, það er nú búið að bíða í 8 ár, 9 ár.
Já, Veðurstofan svo sem hannar ekki ofanflóðavarnir en ofanflóðavarnir sem hafa verið reistar og stendur til að reisa sem eru víðsvegar eins og kom fram að þær eru hannar á vegum sveitarfélagana og af verkfræðistofum en oft í samstarfi við Veðurstofuna og varnir sem verið skoðar hér myndu væntanlega byggja á líkanreikningum sem við höfum gert og báðir þessi möguleikar sem voru nefndir varnargarðar fyrir ofan og að lækka í lóninu með einhverjum aðferðum eru alveg leiðir sem gætu dregið úr hættu en það eru verkfræðistofur sem þetta svarað í varðandi kostnað og svona ávinning af þeim en ég myndi telja að það væri alveg svona ástæða til að skoða það en það er þá væntanlega sveitarfélagi sem þarf að hafa svona frumkvæði af því. Ok. Ein spurning til þín Magni Já, ég kannski mér langar kannski aðeins að kommenta á þetta áður þessa varnargarða af því að þessi varnargarðar af því það var bent líka á fleiri svæði og við bara höfum sendt þessa fyrirspurn til ráðuneytisins og til hvað heitir þetta, ofanflóðasjóður sem við höfum eiginlega ekki fengið ákveðið svar við en sko vandinn kannski pínu sá í okkar tilfelli er að þessi svæði sem bent á og hafa verið reistir varnargarðar á vegum sveitarfélaga og ofanflóðasjóðs að þetta alltaf svæði þar sem eru þéttbýli og það væri frábært ef þið vitið að þekkið einhvers staðar til dæma þar sem þetta hefur verið gert á kostnað ríkisins eða sveitarfélaga í dreifbýli af því ég þekki það ekki. Er viðlagasjóður ekki til? Býtu? Það bent á varnargarða við Fláajökul, hvort að þeir hafi ekki verið til að vernda byggðina það? Sko, jú, það eru fullt af minni varnargörðum sem eru gerðir annars vegar á vegum landgræðslunnar til þess að vernda landbúnaðarbyggingar og til þess að vernda Vegi? Nei, til þess að vernda gróðurlendi eða jarðveg. Og síðan eru varnargarðar sem eru á vegum vegagerðarinnar til þess að vernda og halda utan vegakerfið en að öðru leyti þekki ég ekki til og þetta eru alltaf minni háttar varnargarðar sem miða að venjulegum vatnsflóðum en fyrir, af því að við erum að tala til þess að breyta hættumatinu þá getur alveg þurft massíf og mikla varnargarðagerð sem að líta meira út eins og snjóflóðavarnir og þeir sem hafi heimsótt Neskaupstað og farið fyrir ofan Neskaupstað og skoða snjóflóðavarnirna þar þetta eru rosaleg mannvirki og enda sjáu það á matinu þegar þið horfið á það og lappið síðan upp á jökulöldurnar sem eru hér þetta eru svakalegar jökulöldur og háir hólar sem eru að breyta eitthvað stefnu þessa flóða sem þeir gera ráð fyrir eins og þau eru mikil. En ég ekki að segja þetta sé ekki hægt, skilu, eða neitt svoleiðis, ég bara, þú veist, Hvers að fjárfesta í innviðum, til dæmis rennsliveitum, sem fælist í því að búið stíflu neðan og bæra lónið? Hvers að fjárfesta, spurningu sal, hver hefur það hlutverk að fjárfesta í innviðum eins og stíflu? Já, eins og rennsliveitur sem færi til stíflur. Spurningin til Magna áðan var hverfur hættan í hættumatinu ef lónið hverfur? Já, spurningu sal, Magni, hverfur hættan ef að lónið þornar eða færist? Ef það væri ekki lón þá væri ekki hætta á þessari flóðbylgju en botnin er 200 metra undir sjávarmáli þannig að það er fjarstæðukennt að lónið fari en það er mögulega hægt að lækka einhverja metra eins og nefnt og það myndi minnka hættuna. Þannig að hættinu ekki eitt með því að lónið hverfi. Ríkisstjórnin síðasta vildi fjárfesta í rafmagnsframleiðslu sem þarf ekki að vera markmið nýrrar ríkisstjórnar eða nýs Alþingis. Af hverju má ekki fjárfesta í innviðum hér þrátt fyrir að hér sé ekki þéttbýli? Það sýnir sig að hér eftirsókn eftir því að flytja hingað. Það var kannski svolítið ósanngjarnt að tala að hér búa ekki
Það er gott komment úr Sali í fæðins svona, það er verið að svona að tala um það sko, okkur má ekki fjárfesta í innviðum hérna og er þetta ekki þéttbýli? Eðlilega er þetta ekki þéttbýli því að má ekki flytja hingað en það eru mjög margir sem vilja flytja hingað og það er mikið þörf á uppbyggingu og þetta er alveg rétt, Brynja. Mér finnst það frábær spurning og ég held ég hafi ekki svar við henni en það sem ég ætla bara að segja er að sko miðað við það sem ég veit ofanflóðasjóð og ákvarðanir á þingi þetta þá hefur ekki verið ákveðið að því ég veit að fjárfesta ekki í vörnum í dreifbýli heldur að forgangsraða vörnum fyrir þéttbýli þar sem að býr núna þegar fleira fólk til þess að verja fólk þar sem að það er nú þegar og þá er verið að hugsa að í dreifbýli er meira land og hægt að byggja upp þar sem að ekki er hætta. Það er svona grundvallar held ég hugsunin í þessu. Já, Hallarhund, gjörðu svo, viltu ekki koma bara hérna Já, í raun og veru bara til að bæta við að mér skilst að það þurfa að víkka út gildissvið ofanflóðasjóðs ef það á að taka til sem sagt uppbyggingu í dreifbýli. Þannig að það er möguleiki í samhengi við hlutverki ef það þarf að víkka út hlutverki. En hér er ég ekki að tala ofanflóðasjóð. Þá talum við fjárfestingu í rammasjóð. Já, það væri þó eitthvað sem mætti kannski skoða Af hverju þurfum við að skuldbinda okkur við þröngar skilgreiningar í staðinn fyrir að leita að lausnum? Af hverju þurfum við að leita að lagabálkunum sem takmarka okkur frekar en að leita að leiðunum sem eru mögulega færar? Ég held að sé mögulega fær leið í gegnum ofanflóðasjóð ef að gildissviðið er víkkað og það er rosalega áhugaverð hugmynd sem varst með varðandi raforkuframleiðslu. Ég hef allavega aldrei heyrt hana í mínu fyrra starfi sem orkumálastjóri en það er eitthvað sem maður mætti skoða en það verður spurning hvort að áhættan væri mikil í samhengi við hættumatið en það er eitthvað sem maður mætti skoða. Fleiri spurningar? Já, gjörðu svo vel. Það er eitt sem þetta huga því að bara þéttbýli hérna, þetta er náttúrulega ekki voða mikið þéttbýli, það búa hérna kannski 50-60 manns, bara hérna í Freysnesi og síðan erum við með hérna björgunarsveitarhúsið með slökkviliðsskýlum og öllum svona, þetta er allt undir hérna. Já. Þannig að ef að þetta er svona hættumat er svona mikið og megi ekki gera neitt, það má ekki verða neinn þróun. Já. Þá bara spurningin er þá ekki sko að ríkið eða sveitarfélagi kaupi fólki sem komið bara að nota þessu. Já. En svo er líka annað. Þetta er náttúrulega fyrir eftir í hvaða árstíma þetta er sem kemur flóð. En á tjaldstæðinu hjá mér í Svínafelli 200 manns á sólarhring. Þetta er undir líka. Og hérna það er kannski það sé nú aðalega þetta en auðvitað náttúrulega ef að menn skoða verulega að opna meira fyrir rennsli úr þessu og lækka það þannig að munast strax. Hérna kom komment úr Sal að á svæðinu búa náttúrulega 50-60 manns og hér er talsvert af innviðum og því velt upp ef að það má ekki byggja upp hérna og allt er undir. Hvort að hreinlega stjórnvöld eða sveitafélagi þurfi ekki bara að kaupa allt í burtu. Þessi 50-60 manns það er ég að tala um bara starfsmenn. Bara starfsmenn. Jú, ég veit það. Og þessi á hverjum tíma er þessi fjöldi margfaldur hérna. Bæði náttúrulega á gistiheimilum og hótelum og síðan tjaldsvæði og hérna þannig að þetta er bara mjög gott komment. Viltu bregðast við þessu eitthvað, Brynja? Eina sem ég ætla að segja er að skilgreining á þéttbýli er til 2 í reglugerðum og lögum á Íslandi og bara svæðið hér fellur ekki inn í hvora þessa skilgreiningu. Þannig að það er ekki við sem erum að velja, þú veist, ekki sveitafélagi sem er að segja þetta er þéttbýli og þetta er ekki þéttbýli, þetta er bara flokkar sem við bara annarkvort föllum í það ekki. En hvert er fjórðarvið?
Hvert er fjöldaviðmið? Það er mismunandi, það er bara ekki bara fjöldaviðmið, það er viðmið hérna, fjölda fólk sem er í 2 skilgreiningum. Mig minnir að það sé annars vegar 50 manns og hins vegar 200 manns. Það þarf að búa á ákveðinu litlu svæði og það þarf að vera ákveðið stutt á milli húsa. Sem sagt, innan við 50 metrar á milli húsa að meðaltali. En þá er staðreyndin svo að rauntölur fólksins hér á svæðinu, bara í Freysnesi, ná langt umfram þegar þú tekur saman hótelgesti. Hótelgestir eru ekki íbúar. Sem eru líklega nóg til þess að ná upp í minni hérna skilgreiningu. Upp í minni skilgreininguna. Til þess þarf fólk að skráða þetta til íbúðar og það má alveg skoða þetta, sko. Þetta er bara góð ábending. Mjög góð. Gjörðu svo vel. Það er bara ein spurning til hérna sem að vann þessa skýrslu eða einn af höfundunum. Já. Skoðuðu þið hættuna með tilliti til vetrar og sumars? Af því að jökull náttúrulega hefða sér allt öðruvísi að vetri heldur en sumri. Jón var að benda á það að það er að lækka niður í lóninu, einfaldlega vegna þess að það er vetur trúlega, sko. Og svo náttúrulega eykst í lóninu á sumrin af því að það er sumar. En á sumrin eru 150 manns, en það er minnsta kosti, ef ekki fleiri, og þannig að matið hlýtur að hafa tekið auknum á tillit til þess, eða hvað? Spurning til Magna hvort að matið hafi tekið tillit til þess, sko, hvaða ástíð er, hvort að það sé faktor inn í þessu? Já, stuttasvarið er nei, að það gerir það ekki. Það er mjög mikil óvissa bara í mörgum forsendum hættumatsins, varðandi stærri lónsins og hvort það séu lausir jakar í lónun og þess aftar. Og breytileiki milli sumars og veturs er bara einhvern veginn innan þessara óvissumarka sem eru þegar í hættumatinu. En vissulega eins og þú nefndir er hætta á hópslysum meiri ef þetta gerast á sumri til. Það er meira fólk á svæðinu bæði á gangi og á tjaldstæðum og þess aftar eins og komið fram. Fleiri spurningar? Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir fundin. Ég ætla að taka jákvæða úr þessum fundi að viljum eins og ég sé 7 árum yngri. Því það er ekkert nýtt sem að koma þetta fram. Ég ætla að taka Brynju. Ég held að við værum ekki í kvöld nema fyrir hennar allfylgni að ýta þessu máli áfram og þetta skilja fyrir það. En mér veist, hann var að sleppa orðinu óvissa. Það er endalausar óvissur í þessu 70 blaðsíðna pakki. Ég er með 6 blaðsíður og athugasemdum. Það vantar alveg einn hlut í 70 ára spanna. Hvað ef jökullinn hopar einn? Og mér finnst ótrúlegt að sitja hér á fundi í dag, 7 árum seinna, að gefa sér það að þetta sé biblía framtíðar. Brynja hefur nefnt það á fundum með okkur að það væri nær að þessi plön væri tekin til einhvers ára fjölda og svo endurmetið og þeir segja, jú, þetta þarf stanslaust að endurmeta, en það er ekki til peningu fyrir rafgeymum til þess að halda mælum virkum. Svo sitjum við hér eins og við séum með biblíunum fyrir framan okkur og horfum á eitthvað sem hugsanlega getur verið eftir 70 ára. Þannig að ég er svona fyrir virkilegum vonbrigðum þetta. Ég bjóst við einhverju meira svona afgerandi skýrslu. Það er búið að liggja á þessu 7 ár og mér finnst bæjarstjórinn skulda okkur það af hverju. Ekkert hefur gert í 7 ár. Hann sagði í upphafsræðu hérna að ýmsum ástæðum. Mér finnst bara við hefur skilja að heyra hvernig þær eru. Og svo finnst mér vant að einhver þarf að byrja fólk hérna afsökun á því að hanga með þetta yfir sér í 7 ár. Kom komment úr sal frá íbúa og atvinnurekanda á svæðinu að honum liði nú bara, hann væri í sama myrkrinu eftir að hafa fengið kynningu á þessari skýrslu sem á að gefa út, af því að það væri ekkert nýtt í henni á meðan við það sem var fyrir 7 árum og að það væri í raun og veru bara mikið bara ennþá þessi sama óvissa og hann varpaði því líka til mín sem bæjarstjóra okkar af hverju
ekkert hefði gerst í 7 ár og ég vildi að ég hefði svör sem væru nægilega sannfærandi og góð og ég fyndi ástæðuna fyrir því. En mér finnst í raun og veru sjálfum bara algjörlega trillt að þessi skýrsla hafi verið ofan í skúffu og hún hafi ekki verið tekin upp og metin. En það áskorun sem að liggur núna hjá okkur í bæjarstjórninni að nú þarf að taka einhverja ákvörðun og við þurfum í kjölfarið að skýrslan fer væntanlega í kynningu. Það eru athugasemdir sem koma hérna og það verður hægt að koma væntanlega athugasemdum þegar skýrslan fer í kynningu og ábendingum og við erum að taka við þeim hérna líka núna. En það þarf að taka ákvarðanir. Það það sem að ég ætla að segja hérna. Stefnir í 14 ára? Nei. Mér sýnst það. Ég segi nei. Ég í upptöku. Hvað segir Magni við okkur ekki 70 ára plan með það að Jökullinn ekki bærum? Já, það var mjög gott komment. Akkur verið að miða í raun og voru eingöngu í skýrslunni 2040, 2070, ekki 70 ár, 50 og 20. Akkur, ég meina það getur vel verið að jöklarnir bara byrja að stækka aftur. Einmitt, já, og eins og kom fram að hérna ef lónið stækkar ekki að þá helst bara hættan óbreytt sem hérna miklu minni, þannig að það bara breytir mjög miklu hvort að jökullinn hopar eða ekki. Við gerum ráð fyrir jökullinn hopi, það bara gert ráð fyrir því að jöklar haldi áfram að hopa. Það hefur verið hérna, Svínavatnsjökull hefur svo sem ekki hopað núna í 12 mörg ár, ekki að ráði, en það gert ráð fyrir að hopunin hefjist aftur og verði áframhaldandi og þetta bara byggt á hvernig aðrir jöklar hafa hopað og hvernig svona spár eru framtíðar hittastig eða þess hækkunar hittastigs. Og þetta bara líklegasta sviðsmyndin og þess vegna miðum við hana, en við náttúrulega vitum ekki hvort jökullinn hopi, en það svona það sem líklegast og þess vegna miðum við það. Og við miðum við þessi ár 20 og 50 af því að hérna okkur finnst eðlilegt að miða svona framtíðar skipulag við svona marga áratugi af því að við börjum að sjáum það í ofanflóðabyggðarlögum þar sem hætta á ofanflóðum að þar verið að eiga við skipulagsmistök sem voru gerð fyrir 30, 40, 50 árum og ennþá verið að eiga við það í dag og sem bara setur samfélögin þar í mikinn vanda og það hefur verið að hérna eyða miklum fjármunum í að hérna svona reyna að bæta fyrir skipulagsmistök sem hafa verið gerð og þannig erum við svona að reyna að koma í veg fyrir að það verið gert. En það mikil óvissa í þessu og hérna það erfitt einhvern veginn að eiga við hana nema bara að gera ráð fyrir því sem svona líklegast en náttúrulega við vitum ekki hvað verður. Já, gjörðu svo vel. Það spurt jökulruðninginn eða garðinn sem liggur fyrir framan Svínavatnsjökul að austamegin í honum þar skarð og spurningin þá ef það yrði fyllt upp í skarðið væri þá farvegurinn eingöngu vestamegin fyrir flóðið. Já. Já, allavega þá yrði þetta skarð ekki farvegur, það spurning hvort það sé ykkur aðrar lagðir, ég ekki með það í kollinum, en þá það bara Svínavelsáin sem hérna farvegurinn þar, ef skarðin yrði lokað. En það mjög lítið svæði? Já. Já. Gjörðu svo vel. Já. Það kom. Já, hérna kemur aðeins svona samanburður áhættu. Það víða áhætta landið. Það byggð í eyjum. Það var spurt hvort að Bláa lónið, hvort að það væri þéttbýli
og kommenta líka á sko byggðina í Grindavík. Það að verið að flytja, sko það fólk þar. Já, og það var meðvitað, byggðu bærin upp þrátt fyrir að það væri vita af þessari sprungu þarna og af hverju þetta væri svona allt öðruvísi hérna hjá okkur. Og mér finnst þetta bara, þetta líka eitt af því sem að mun koma núna inn á borð hjá okkur í bæjarstjórninni, að það bara þessi staða sem við búum við hérlendis. Það víða byggð, það sem hætta á náttúruvá af öllu tagi og kannski bara svipuð eða jafnvel meiri óvissa heldur en hérna hjá okkur. Og ég held sko bara án ábyrgðar að þá ef við ætluðum að taka svona hringinn í kringum landið og bera þetta allt saman, þá þetta alveg afskaplega ólíkt á milli svæða. Og við munum þurfa að taka tillit til þessa. Ég með eina fyrirspurn á, ég veit hvort að Magni getur svarað, en hver gliðnunin á sprungunni síðan að hann ekki byrjaði 2018? Það spurt hver gliðnunin á sprungunni frá 2018 þegar að mælingar hófust? Já, takk fyrir spurningur. Ég ætlaði svo sem að fara yfir það áðan, en hún bara mjög lítil. Hún innan við sentimetri á þessum mælum og þeim svona ber saman það, GPS-mælum og tógmælum og greiningum með INSAR, þannig að hreyfingin hefur verið lítil. Og hún hérna öll í sömu átt og svipuð á þessum mælitækjum, þannig að það hefur verið eitthvað hreyfing, en hún talin í millimetrum. Þannig að hún mjög lítil með það sem var greinlega þegar sprungurnar voru opnast og hefur greinlega hægt á henni, en það svo sem líka í bara samræmi við þessa stöðuleikareikninga sem ég myndist á áðan. Það að mig minnir á árabilinu svona 2003 til 2007 sem hún hérna að opnast. Gjörðu svo vel. Ég hérna gliðnunin ástæðbundin, sérstaklega. Sérðu ykkur merki hvort það sé koma frekar í vorin eða haustið? Það spurt hvort að gliðnunin á sprungunni sé ástíðabundin. Hreyfing sem nú þegar samkvæmt. Hvort hún hefur getur gent okkur ákveðin tíma ásins sem frekar líklegt að fara hreyfingu eða ekki. Ég þor ekki að fara með það, ekki verið greint sérstaklega, en það ekki augljóst að svo sé. En það hefur hreyfingin verið mjög lítil. Hverjar eru líkurnar á að skriðan falli? Góð spurning. Já, sko það sem svona sprungur hafa opnast, að þar hafa liðið ár eða áratugir frá því að sprungan opnast á yfirborði og þangað til eitthvað hrynur. En í sumum tilfellum hefur ekki orðið hrun. Svona stykki hafa bara silast áfram niður án þess að fara af stað og það svo sem nokkrir þannig staðir svo sem ekki alveg sambærilegir hér á landi þar sem svona sprungur og hreyfing og það verður ekki hrunið. Þannig að þetta svona allt frá því að vera einhver áratugir og ég hreyfast ekki. Við gerum ráð fyrir að líkurnar á hverju ári séu svona 1/100 í hættumatinu. 1%, já. Gjörðu svo vel. Bara spurning, nú veit ég að vöxtur í gangi en ofan hættumatið sjálft, það í einhver þróun eða gert ráð fyrir að uppfæra hættumatið á einhverjum tímabilum eða gerum bara hættumatið árið 2070 og síðan það þannig til að Það er spurt hvort að hættumatið sé í stöðugri þróun, hvort það verði uppfært með tíð og tíma eða þetta bara gefið út og svo bara byrjað að vakta? Sko það þarf bara almennt að uppfæra ofanflóðahættumat, hvort sem það hér eða annar staðar þar sem snjóflóða eða skriðuhætta og kannski sérstaklega hér af því að við gerum ráð fyrir að hættan breytist og stóra breytingir í því eins og kom hérna fram áðan hvort að jökullinn hopi, þannig að það eðlilegt að það sé tekið til endurskoðunar eftir svona því sem vitneskju hopin jökulsins vindur fram eða aðrar upplýsingar koma fram, til dæmis stær stykkisins sem hreyfingu eða eitthvað þess háttar. Spurning, já. Telurðu raunhæft að það væri hægt að útrýma hættunni með því að útbúa uppistöðulón? Spurningu sæl, raunhæft að eyða hættunni með því að útbúa uppistöðulón? Nei, ég tel ekki að það sé raunhæft að
útrýma hættunni, sko það sem ofanflóðavarnir hafa verið reistar, að þar minnkar hættan margfalt, en það allstað þar sem ofanflóðavarnir hafa verið reistar, þá eru hættusvæði ennþá neðan varnanna. Og mér finnst ólíklegt að það sé hægt að gera þannig aðgerðir hér að hættunni verið útrýmt, en ég held að sé hægt að minnka hana. Já. Það var vitnað í doktorsritgerð svæði, þú hefði skrifað doktorsritgerð, mann ekki hver nefndi það, eða vita hver niðurstaðan var í þeirri ritgerð. Það komið inn á að þú nefndir að það hafi verið doktorsritgerð skrifuð nýlega þetta og spurt út í hana, er eitthvað niðurstaða? Það svona ekkert ein niðurstaða, en það eru miklar rannsóknir sem þarna fram. Það jarðfræðikortlægning nánari á svæðinu. Það þessi stöðugleikareikningar sem ég myndist á áðan sem eru áhugaverðir, bæði varðandi vöktun og hættumatið, og niðurstöðnar eru bara ýmiss konar, en það ekki einhverjar niðurstöður þar sem eru til dæmis svar við þessum stærstu spurningum nákvæmlega hvað stykkið stórt, þó það sé svona áætlað í hættumatinu, eða hvað tímaramminn hvenær þetta mun falla, eða hvort þetta mun falla. En eins og ég nefndi áðan að þá stöðuleikinn beintengdur við hopun jökulsins, og það Eina spurningu fyrir viðbót. Það talað þetta hrundu úr heiðinni hérna fyrir einhverjum árum síðan, og menn héldu að það hefði fallið á jökul. En eftir því sem rignir meira, að þá kemur í ljós að undir þessari aurskriðu svokölluðu, að hún braut upp jökulinn og braut hann upp á jökulinn. Þannig að í þessari áhættumati alltaf verið að tala að bergið hrynji ofan á jökulinn og valdi flóðbylgju. En ef bergið brýtur upp jökulinn, stöðvist það ekki? Áhörð spurningu sal, það aurskriða að mér skil sem að féll hérna fyrir einhverjum mánuðum, og það spurt sko hver munurinn ef að þetta fellur á jökulinn eða brýtur upp jökulinn? Já, það eru dæmi bæði, bara svona sögulega hérlendis og erlendis, til dæmis í Steinsholtsjöklaupinu sem ég myndist á áðan, að þá nær brotið undir jökulinn og brýtur upp jökulinn og ber hann með sér. En mörg berglöp hafa fallið ofan á jökulinn, eins og þetta sem féll 2013 Það svo sem hefur ekkert úrslit áhrif. Ef þetta brýtur upp jökulinn þá það stærra sem getur valdið að hlaupi lengra. Það ekki þannig að jökullinn bremsi það af þó að brotlína nái niður undir jökulinn. Brynja, hvað spurningu? Mér langar også að spyrja tvennu í sambandi við vöktun og uppfærslu á hættumatinu. Komdu og spurðu, það var ekki að... Mér langar að... Spyrja Magna þá. Já, ég ætla að spyrja Magna tvennu í sambandi við vöktunina og síðan uppfærslu á hættumatinu. Í framhaldi af útgáfu hættumatsins núna, eðlilegt að hættumatið verði uppfært með einhverju reglulegu millibili, eða það einhverjar breytingar í náttúrunni eða sprungunni eða annars slíkt sem að mun gefa tilefni til þess að þarf að taka ákvörðun í hvert skipti? Og það fyrsta spurning. Og hin spurningin vöktunin, verður hún óbreytt? Gerum við ráð fyrir að vera áfram með 2 GPS-mæla og 3 tómæla, eða er þetta nægileg vöktun sem að gefur okkur þá fyrirvara til þess að rýma svæði ef þörf verður á, eða þarf að breyta þessari vöktun? Einmitt, já, varðandi uppfærslu hættumatsins, þá þetta held ég svona eitthvað sambland að því að vera reglulegt og vera háð því að nýjar upplýsingar komið fram. En ég treysti mér ekki til að nefna einhverja ákveðin tímalengd í því. Varðandi vöktunina þá svo sem bara í gangi núna áætlun, svona vinna við áætlun við verkefni sumarsins, en ég held að það verði ekki einhverjar stórar breytingar á vöktunarbúnaðinum. Að þetta í grunninn þessi tómælar og GPS-mælarnir. En eins og ég segi áðan að þá vaktar þetta stóra svæðið
þannig að það svæði getur ekki hreyfst á þess að komi fram merki annarkvort á sprungunum eða GPS-mælunum, væntanlega bara í báðum kerfum. Þannig að því leyti er það nægjanlegt til að sjá hvort að hreyfingin byrji. En þegar hreyfingin, ef hún fer svo að stað aftur, að þá er spurning hvort þú er að bæta ykkur við til að við getum átt okkur á því hversu stórt svæði á hreyfingu, hvernig það hreyfist og þess aftar. Ég svo sem hef ekki svör við því núna. Í doktorsritgerðinni segir hann að miðað við hvernig færslan er núna, þá verði eftir 10-15 ár verði þetta farið og þá telur hann að fara að hreyfast og þá getum við hugsanlega metið stærðin á því eða gert það fyrir með því að bora og skoða þetta, rannsaka þetta hvernig þetta er. Þannig að það allavega miðað við það sem kemur fram í doktorsritgerðinni, þá er hann að tala að það geti breyst ýmislegt eftir svona cirka 10-15 ár. Já. Þurfum að endurtaka þessa Tjörfi, eða heyrist þetta? Endurtaka það. Já, það var að tala hérna í raun og veru mælinguna og það sem kemur fram í doktorsritgerðinni þar. Einhver niðurstaða sem er sett fram gagnvart þessu? Já, þá er það meina að þá er berghlaupið sem féll 2013, þá er það komið þarna framhjá. Já, og þetta stoppaði þetta af sem að þið segja, hann heldur fram að hafi stoppað hreyfinguna. Já, og það kemur fram sér að það farg sem liggur á jöklinu núna heldur við hlíðina, þannig að þar fær framhjá þá er hérna líklegt að hreyfingi fara aftur á stað og svona miða við bara að horfa á loftmyndir og sjá hvernig skriðan hefur skriðið fram frá því 2013 að þá er 10-15 ár svona mjög líkleg tala og hérna þá getur þetta farið að stað aftur. Mér langar að spyrja einu viðbót sem að tengist líka að því að við fyrir nú fara að taka ákvarðanir og aðeins að vita hvernig þetta allt fungerar. Miðað við þessa vöktun sem er núna, getið þið sagt til það með einhverjum fyrirvara ef þetta fer af stað, þegar þetta fer af stað og getið þið vara okkur við þannig að við höfum og hversu mikið tíma, vitum við hversu mikið tíma við höfum til þess að rýma svæðið? Nei, í raun og veru ekki, en hérna við búumst við í að fyrirvari verði töluverður, mánuður, ár eða áratugir frá því að hreyfingin fer af stað aftur og þangað til eitthvað hrynur og hreyfingi verði þannig að hún hérna hraðinn aukist smá saman og oft er hægt að beita ákveðnum aðferðum til að hérna spá fyrir hvenær hruni verður miðað við hvernig hraðinn eykst. En það er ekkert að fullyrða það og það er, eins og ég nefndi áðan, það er óvissa í svona vöktun. En við munum allavega sjá þegar hreyfingi fer af stað og við teljum það að vera undanfara. Og hérna, en það er ansi svona breytt tímabil bara frá því hreyfingi fer af stað og þangað til hruni getur orðið. Það getur verið, eru það þá að tala um klukkutímar og upp í einhverju áratugir? Já. Já, hérna, 1% og klukkutími til áratugir. Gjörðu svo vel. Hvað sveitarfélagið átti að gera, sem varðandi hættumatstími 2040-2070? Já. Hvort það verði samráð við fólk? Já. Íbúar sem eiga hús, hvernig þetta skiptir máli? Ef það verður ákveðið að fara eftir 2040 línunni, er það ekki rétt að þá er engin hús innan þess ramma, má þá fólk bara halda áfram að byggja og gera það sem það vill? Já. Kannski ára smá. Kemur spurning úr sal hættumatslínurnar, hvort að það er farið inn í aðskipulag, hvaða líkur á því og ef að það er farið þarna inn, fer þá 40 línan eða 70 línan og er þá heimilt að halda áfram uppbyggingu ef að svæðin eru innan þá A og B, ef að það er 40 línan til dæmis? Frábær spurning. Hérna, þú veist, ég er bara ekki með svar við þessu, en hérna, við gerum ráð fyrir já, það sé verið samtal við hérna íbúa á svæðinu. Ég get svarað því játandi. Ég get líka sagt að það sem ég lauk við að segja síðast í kynningunni minni áðan að það er mjög mikill munur á því hvorar hættumatslínurnar eru settar inn, hvað má gera. Mér finnst svona bara fyrsta mat, kalt mat,
er að ef að það verði settar inn línur frá 2040, sem að miða við árið 2040, þá verða samt settir einhverjir fyrirvarar og mynd á hættumati fyrir 2070. Og við getum ekki bara skautað fram hjá því sem að við teljum okkur vita framtíðina. Og þetta verkefni sveitarfélagsins núna bara á næstu vikunum. Það að móta tillögur, leggja þær fram og til líka þess bara stjórnvalda af því við höfum heldur kannski ekki fengið loka svar hvort að ráðherra ætlar að skrifa undir hættumatið eða hvort að það verði fullnusta og þá höfum við ekkert val og hver mun þá velja hvaða línur fara þarna inn, það veit ég ekki alveg heldur. Þú búið að tala ágætlega vel skyldur sveitarfélagsins í samhengi þess að það útgefið hættumat. Eitthvað í lögum sem meinar sveitarfélaginu að bregðast við með fyrirbyggjandi hætti, svoleiðis til að draga hættu í hættumati? Já, spurt hvort það sé eitthvað í lögum sem að fyrirbyggi það að sveitarfélagi geti brugðist við með... Ef að lónið færist eða ef að það einhvern veginn hægt að breyta frá hættunni, að þá erum við búin að útrýma hættunni, ef það hægt að lækka það, ef það hægt, eitthvað sem bannar sveitarfélaginu að bregðast við? Nei, það ekkert sem bannar sveitarfélaginu að bregðast við þessu, en það ekkert sem bannar það. Nema bara að þarna erum við að ræða samt mannvirkjagerð sem líklega af þeim skala að hún þarf að fara bæði í skipulag, í endumat á hættumati og það reikna út hvort að hún hafi raunverulega áhrif. Það hefur talsvert mikinn kostnað í för með sér, getur haft það fer náttúrulega eftir hvað gert og líklega þetta þeim skala að þetta þarf að fara í gegnum mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Hefur sveitarfélagið gert eitthvað til að kanna möguleikana til þess að takmarka hættuna? Við vorum að fá skýrslu, við erum ekki komið með skýrsluna í hendurnar, ekki útgefna skýrslu, þannig að nei, bara við höfum ekki haft tækifæri til þess. Við erum ennþá að kanna hvernig við getum brugðist við þessu, þeirri stöðu og þeirri vitneskju sem við höfum í dag. Og ég held bara, mín skoðun svo að við verðum að bregðast við því hættumati sem að við höfum í höndunum í dag. Það búið að vera status quo í öllum málum frá 2018 og það verður að fara að taka ákvörðun og það verður gert í aðalskipulaginu núna sem við erum að fara að kynna. Það verður að taka ákvörðun hvernig menn ætla að halda áfram héðan í frá. Það sem að þú ert að tala hvernig þetta takmarka síðan hættuna og síðan fara í að endurskoða hættumati til þess að breyta, þá verður hættumatslínunum ætlalega síðan breytt í framhaldinu. Það þá framtíðamúsík sem verður farið í eftir það. Af því að þetta eru aðgerðir sem geta tekið mörg ár og við ætlum ekki að sitja og bíða aftur í 4 ár eða 8 ár eða 12 ár eftir því að fá niðurstöðu í þetta. Við verðum að geta haldið áfram frá og með þessu ári núna. En það eru síðan aðgerðir inn í framtíðina sem alveg hægt að skoða og fara í og hvort að það á valdi eða höndum sveitarfélagsins, þeirra framkvæmdaraðila sem vilja framkvæma eða ríkisins, það verður líka að skoðast og koma í ljós. En ég get ekki svarað því miður. Það væri rosa frábært að hafa svarið þessu. Gjörðu svo vel. Nú stendur yfir endurskoðun aðalskipulags þess. Já. Hvenær má vænta þess hver staðan á vinnunni og hvenær má vænta þess að það verði auglýst? Það spurt hvernig við erum að vinna nýtt aðalskipulag, hvernig það verður auglýst og annað. Við gerum ráð fyrir því að það fari í auglýsingu fyrir sumar. Við erum aðalskipulagið fer 2 sinnum í auglýsingu. Það fyrst forkynning og í forkynningar til þá ætlum að nýta okkur þann möguleika að leggja fram valkosti í fleiri en einu máli líklega þar sem að bæjarstjórn hefur ekki tekið ákvörðun heldur eru að kalla eftir viðbrögðum bæði íbúa, almennings og stofnana og
og ráðuneyta eða þú veist ákvarðanatöku til þess að við getum tekið sem besta ákvörðun. Við erum með 6.000 ferkílómetra sveitarfélag undir þar sem eru mjög margar ákvarðanir og við erum ekki öll sem erum að taka þessar ákvarðanir sérfræðingar öll og það er mjög mikilvægt að þið hjálpið okkur, fylgist með auglýsingum í gegnum skipulagsgáttina og sendu okkur ábendingar og athugasemdir þegar það fer í auglýsingur. Tímaáætlunin núna eins og hún gerir ráð fyrir að við setjum í forkynningu þar sem að ekki er allt ákveðið heldur eins og ég segja, það fari í auglýsingu núna í maí, sé í auglýsingu fram í júlí og fólk hefur þá tækifæri til þess að senda okkur inn ábendingar á ýmsa vegu og ábendingar á þeir stigi, bara þannig að það sé sagt, þær þurfa ekki að vera opinberar og fólk þarf ekki, þú veist, það eru bréf sem að... 6 vikur? Það verða bílun 6 til 8 vikur, já. Af því við erum að auglýsa þetta að sumri til að þá vildum við lengja tíman, þannig að fólk hefði aðeins meiri svigrúm. Tökum við ekki bara 10 daga eins og veiðigjaldið? Seinni, þú ætlar ekki að segja neitt veiðigjaldið. Nei, ég var búin að lofa Brynju að nefna veiðigjaldið ekki. Slustum alveg út af laginu. Seinni auglýsing er samkvæmt tímaáætlunin eins og hún stendur núna. Ef við náum að bara fá inn þær athugasemdir og umsagnir og vinna úr skipulaginu eins og við ætlum okkur í framhaldinu, að þá stefnum við að því að auglýsa skipulagið með 6 vikna auglýsingafresti sem er bara samkvæmt lögum í október og nóvember. Sjálfurgerandi hættumat mjög reglulega og aðrir sem gera hættumöt, meðan annars verðarleiðsögumenn og aðrir sem fara í ísella, að 1% líkur í hættumati, það er hverfandi líkur. Þannig að mér finnst mjög ótrúlegt að 1% líkur og 1% í 50 ár eigi heima í aðalskipulagi sem hömlur á uppbyggingu. Það kom mjög gott komment úr sala að frá aðila og hann nefndi að það hefur verið að vinna náttúrulega áhættumöt og nefndi meðal það sem verið að gerast í rauntíma svona í íshellunum okkar. En hann nefndi 1% líkur eru hverfandi líkur og talaði hættumatslífundar 2040, 2070. Við getum alveg tekið undir þetta Ég segi bara já. Það er bara þannig. Ég get ekki svarað þessu öðruvísi. Nei. En þetta er líka eitt af því sem mun, náttúrulega við erum sittum hérna eru aðilar úr bæjarstjórninni og að hlusta og heyra og náttúrulega þingmennirnir og við erum mjög ánægð að sjá ykkur sem að sáðu ykkur fært að mæta, skiptir okkur máli, takk fyrir það. Það er ekki fleiri hendur á lofti, jú, gjörðu svo vel, já, gjörðu svo vel. Mjög gott. Sem landeigandi gefa leyfi til að byggja einhverja öflug skýli yfir mælana, þannig að þeir myndu betur standast veðrin. Það kom
úr sal. Þar hún Hafdís að nefna að hún skaut nú skjólshúsi yfir doktorsnemann þegar hann var hérna í námi og hann sagði þeir eru alltaf að tala um sprunguna, þetta ekki bara sprunga, þetta heilt sprungukerfi, þetta allt út sprungið. Og nefndi það og kom svo inn á það að þetta mælakerfi eins og það núna náttúrulega óásættanleg staða. Og ef það rafmagnsleysi þarna upp frá það nú hægt að draga streng og ljósleiðarar hreinlega þarna upp úr. Ég sé ekki að það ætti að vera neitt stórmál, bara í alvöru talað. En þið hafið ekki í hyggju að fara í neinar stórfelldar framkvæmdir Magni við mælakerfið í sumar, ekkert slíkt á döfinni og teljið að þetta sé ásættanlegt eða? Sko mælareksturinn hefur bara gengið verr en stefnt var að og vöktunin ekki verið svona jafn áræðanleg og við vildum að hún væri en það verður skipt tómæluna í sumar og þeir hafa enst þetta þó þessi ár þannig að þeir verða þá í lagi frá og með sumrinu og þá verður þetta kerfi að fullu virt, þessi GPS-mælar og þessi tógmælar og það hefur verið svo sem vandræði með líka að kaplar hafa verið að skemmast vegna snjóalags og það hefur verið sett ofan á þá þannig að það verið að plástra kerfið en við erum svona ekki að fara inn á stórframkvæmdir fyrir í sumar eða það allavega ekki áætlaðar. Ég vildi kannski aðeins bregðast við líka bara því sem sagt áðan að 1% líkur eru litla líkur að þar sem gert svona ofanflóðahættumat og snjóflóðahætta ráðandi að þá verið að miða við snjóflóð sem hafa endurkomið tíma sem 300 til svona 1000 til 3000 ár sem þá ráðandi fyrir snjóflóðahættu og þannig að öryggiskröfurnar í svona ofanflóðahættu eru miklar en það verður bara sýnt sig í gegnum áratugina að þetta ofanflóðahætta hætta sem þarf að taka alvarlega og þetta hætta á heimilum fólks þannig að 1% alveg mikið og langt umfram það sem miðað við í snjóflóðahættu og annarri ofanflóðahættu. Mjög gott. Báki, þú réttur upp hönd aðan? Já. Spurningu sal, ef að skjálftar eru í Öræfajökli, hafa þeir áhrif á sprunguna? Sko stórir skjálftar geta haft áhrif, já. Nákvæmlega hver það verður, hvort að hreyfingi fara af stað eða aukist eða hvort það verður hrun á henni, það svona erfitt að svara því, en jarðskjálftar geta haft áhrif, já. Ég skil vel að mikið sé það í þessu, en það alveg fríst fólk sem kann að hoppa, sem geta alveg bara þarna á þessu, eða þá ef það svona stórt, þá væri volið hægt að ráða hlutina í vinnu til að koma út af þetta. Það komið úr sal Íris og við erum öll saman í því að fjármagna fjallaleiðsögunámið fyrir næstu ár hjá okkur, en hún að nefna það, geti verið samstarf þetta þar. Geti nýst? Já, það bara góður punktur. Við höfum svo sem notið aðstoðar heimamanna í þessu ferðum upp á svæðið en það líka bara góður punktur að mögulega hægt að þjónusta þetta héðan og ég bara mun koma því á framfæri við þau sem reka kerfið. Það spurt, erum við bundin að því ef að skýrslan gefin út að setja hættumatslínurnar inn í aðalskipulagi Brynja eða það ráðherra sem þarf að þá að skrifa formlega undir skýrsluna og skapast einhver önnur skylda á okkur þá eða hvað? Já, svaraði bara sveitafélagið ber ábyrgð á að
setja fram ábyrgar áætlanir í sínu aðalskipulagi og áætlanir sem það telur sig geta staðið við og fylgt eftir. Og mér langar að segja að það markmið bæjarstjórnar að búa til aðalskipulag sem að ýtir undir bara velsæld og íbúabyggð og fólki líði vel í sveitarfélaginu. Það er markmiðið með aðalskipulaginu. Og það hluti af því að búa við velsæld er að búa við öryggi. Þess vegna er þetta mjög mikilvægt að við séum að taka ábyrga afstöðu til þess hvort við setjum hættumatslínurnar inn eða ekki. Ef að ráðherra skrifar undir hættumatið, þá er okkur bara skylt að setja inn hættumatslínurnar, já. Breytir það því hvaða ábyrgð ríkið eða möguleika á þáttöku frá ríkinu í einhverjum börnum, eins og ég skil það, já. En eins og ég skil það líka, og nú er ég ekki lögfræðingur eða sérfræðingur í þessum rétti, en eins og ég skil það líka, þá er varnar mannvirkjagerð vegna ofanflóða er talin vera áratuga framkvæmdir og við erum öll að borga með fasteignagjöldunum okkar, erum að borga í þennan sjóð sem er að fjármagna þessi mannvirki. Hvert og eitt mannvirki eða hvern og eitt bær eða staður sem er verið að verja kostar milljarða og það er einhver ákveðin forgangsröðun í gangi og þó að þetta yrði útvíkkað og þó að ráðherra muni skrifa undir, þá er bara alls ekki víst að við fengjum varnargarða innan einhvers, innan þessara 20 ára sem við erum þá að tala til 2040 eða jafnvel, ég þekki ekki heldur fyrir hvaða árafjölda þessi áætlunargerð er og svo er að koma upp nýjar hættur líka annars staðar eins og í þéttbýli eins og Seyðisfirði þar sem að þannig við séum raunhæf að þá verðum við í aðalskipulaginu eins og það er núna að miða við hættuna og hættumatið eins og við höfum það í höndunum núna. Við höfum hins vegar fullt tækifæri til þess að vinna með mögulegar aðgerðir til þess að breyta því og breyta áhættunni. Það höfum við, já. En það verður ekki gert í aðalskipulaginu núna. Takk fyrir þetta. Við ætlum að taka þá eina spurningu í viðbót. Það eru komnir 2 tímar hjá okkur og já. Ein praktísk spurning. Ein praktísk, já. Til Magna. Nú liðin 7 ár að spáni til 2040. Engin breyting. Ærist 20 ára spáin þá alltaf áfram. Já, það er spurt sko. Ef engin breyting í 2030, þá 20 ára spáin 2050. Nú er liðið 7 ár frá því að komu hættumatslínur fyrir byggðina og lítið hefur færst. Færist þetta þá með þessum hætti næstu ár? Þetta eru endurskoðað og svo sem 4-5 ár síðan að hættumatslínurnar voru kynntar og við höfum ekki endurskoðað það, þannig að 2040 hættumatið er ennþá miðað við 2040. Og svo forsendurnar séu það sömu og 2020. Já. Og þó svo að það sé búið að lækka í lóninu eða meðan það sem er að gefa sér að lóninu er að lækka. Einmitt. Þú grínast þetta með upphafi að einhver er lagt til að sprengja hlíðina. Hefur sá möguleiki verið skoðaður þá sérstaklega með tilliti til þess að víst við að áhugavinnsla væri auðveldari en að mannvirkjaframkvæmd? Nú er fólk orðið stórtækt sko, það er ekki bara verið að fjármagna fjallamennskunám, það er verið að hugsa námuvinnslu. En það kom spurningu sal hvort að sá möguleiki hefði eitthvað verið skoðað raunverulega að sprengja hlíðina. Og fyrir mína parta er svarið nei og ég veit ekki til þess og þetta er
ég þekki vel til þjóðgarðsins og hvað má gera og hvað má ekki gera innan þjóðgarðs og ég ætti mjög erfitt með að sjá að við myndum gefa leyfi til námuvinnslu á þessu, jafnvel þó að það væri hægt að sprengja þetta, en mér skilst að þetta sé það stórt og það mikið að þá væri við bara að tala hreinlega kjarnorkusprengju. Þessi spurning hefur komið upp áður á síðasta fundi. Já. Og það var nú góður jarðfræðingur hérna og þá snýrist þetta ekki það, þetta snýrist það hver ber ábyrgðina ef allt á stað. Já. Það var ástæðan fyrir þess að það ekki það fýsilegu möguleik. Já, já. Mjög gott. Heyrðu, þá vil ég þakka fyrir í kvöld. Þakka náttúrulega Önnu Maríu fyrir hérna góða veitingar og aðstöðuna og allt það. Magnir Hreinn, þú kemur til okkar frá Ísafirði. Það er búin að koma langa leið og takk fyrir að vera með okkur og kynna fyrir okkur, Brynja og Björn Ingi, kæra þakkir. Og aftur bara þakki fyrir góða mætingu og góðar umræður. Og nú erum við búin að fara yfir þetta og það er alveg ljóst að boltinn, hann mun núna koma með svolítið skýrum hætti til sveitafélagsins. Og það verður einhver hreyfing á þessu á næstu mánuðum. Hvernig þetta fer nákvæmlega getum við ekki sagt hérna en aftur við erum ekki að tala um 7 ár og það segi ég hérna í hljóð og mynd. En bara aftur kæra þakkir, nú eru þingmennirnir hérna hjá okkur líka og þið getið tekið hérna spjalli við þau ef eitthvað er. Það er ekki verið að reka fólk út og síður en svo. Og við erum hérna með aðila á bæjarstjórninni og endilega bara, við getum tekið spjalli. En kæra þakkir, Tjörvi, takk fyrir að taka þetta allt upp og takk fyrir fundinn.